Set 82. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar. Verið velkomin. Mættir eru Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Önundur Björnsson, Einar Jón Pálsson, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Sunneva Ósk Þórðardóttir, Jónína Magnúsdóttir, Magnús Stefánsson bæjarstjóri og Árni Gísli Árnason ritari fundarins. Við byrjum hérna á almennum málum og fyrsta máli samþykkt stjórn Suðurnesjabæjar, endurskoðun 2025. Fyrirliggjandi eru tillögur endurskoðun og breytingar á samþykktum stjórn Suðurnesjabæjar til síðari umræðu. Samþykktin hér lögð fram núna til síðari umræðu og rétt að taka fram að flesta breytingar í framlagðri samþykkt snúa að praktískum atriðum og leiðréttingum og tilvísunum í lög og reglugerðir, auk minniháttar breytingar sem eru skýrar í skjalinu samkvæmt leiðbeiningum. Rétt þó að vekja athygli á því að við fyrri umræðu var lögð fram sú breyting á 1. grein að fækka bæjarfulltrúum úr 9 í 7. Þessi breyting hefur verið tekin tilbaka og lagt til að hún verði ekki gerð á svo stöddu. Ég gef orðulaust og þá bara lagt til að samþykktin verði samþykkt og sendi sveitarstjórnarráðuneytisins til staðfestingar. Þeir sem það samþykkja gefa merki, það samþykkt samhliða. Næsta mál á dagskrá Gauksstaðir tillaga deiliskipulagi og aðalskipulagsbreytingu samhliða. Málið hér á dagskrá að ósk B-lista og bæjarfulltrúa Magnúsar Sigfúsar Magnússonar og ég býð þeim hér að fylgja málinu eftir. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég gleymdi nú tölvunni minni hérna. Nú verður að hafa þetta með sér. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og góði gestir. Já, við erum hérna með mál á dagskrá á beiðni B-lista og Magnúsar Sigfúsar Magnússonar varðandi Gauksstaði. Það hefur, eftir minni bestu vitund, þá hefur þetta mál fengið þann farveg og maður skilst að það sé ákveðið samtal í gangi á milli hlutaðeigandi aðila og sveitarfélagsins. Þar leiðandi held ég að við ættum bara að leyfa þeim hlutum að raungerast og leyfa sér að eiga sér stað, þau samtöl sem hafa átt sér stað. Þannig að ég sé ekki tilgangi að ræða það efnislega málið, en ég lýsi ánægju við því að það sé komið hreyfing á málið og vona innilega að þetta mál leysist farsællega og verði unnið hratt í kjölfarið. Og vonandi verður hægt að klára þetta mál með skynsamlegum hætti áður en að auglýsingafresturinn liðinn. Fleira var það ekki frá mér. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Fleiri sem kveða sér ljós. Magnús Sigfús Magnússon, gjör svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, gestur, skýra upp á nýtt. Já, það náttúrulega sérstök ástæða fyrir því að við óskuðum eftir því að þetta mál væri sett á dagskrá. Og það þarf kannski ekki endilega að rifja það upp að við óskuðum eftir því að þetta yrði sett á dagskrá á síðasta bæjarstjórnarfundi til efnislegrar umræðu og því var hafnað að taka þá á þeim forsendum að við hefðum verið of seinir að senda inn erindið og því var hafnað að taka þetta upp undir öðrum kringumstæðum. Okkar markmið var ósköp einfaldlega að ýta við málinu og meðan við þær fréttir sem við höfum fengið í dag að þá komið fulla skriður á málið. Þegar við óskum eftir því að þetta sé sett á dagskrá, þá var engin fundur búinn að vera málið. Og við vorum ekki búin að fá
svar frá lögmannunum það hver staðan væri á málum. Ég ætla ekki að fara í efnislega umræðu þetta, en mér skilst að þetta sé komið svona svolítið skriður á málið og það er bara gott. Okkur fannst þetta búið að vera ansi lengi í stjórnsýslunni og vonandi getum við klárað þetta og vísa þessu bara til afgreiðslu á fundunum, þannig að það sé hægt að gera þetta á bara sem sagt á næstu fundu sem bæjarráð en við fullnaðar afgreiðslu. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessu máli? Það er kannski bara einmitt rétt að minna á það að það er náttúrulega rétt að það er komið skriður á þetta mál og það var fundur með öllum málsaðalum í morgun sem við reyndar ekki fengið fregnir af varðandi innihald, en það kemur þó í ljós og verða auðvitað upplýsingar lagðar fram í bæjarráði og auðvitað vonandi bara í næstu viku. Þá erum við komin að þriðja máli, nokkuð fleiri sem kveða sér ljós, er það ekki alveg örugt? Takk. Það var að þriðja mál á dagskrá Skerjahverfi uppbygging innviða og útboð framkvæmda. Á 165. fundi bæjarráðs 14. maí síðastliðinn var samþykkt samhljóða veita heimild til framkvæmda við áfanga 3 í Skerjahverfi samkvæmt fyrirliggjandi minnisblaði. Ekki orðulaust. Lagt er til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem samþykkja gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Það var að 4. mál á dagskrá sem í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, endurskoðun 2025. Á 165. fundi bæjarráðs 14. maí síðastliðinn var samþykkt samhljóða að senda fyrirliggjandi umsögn frumvarp til laga Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til Alþingis. Ég gef orðulaust. Anton Kristinn, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og góðir gestir. Við kemum þetta upp undir jöfnunarsjóðsfrumvarpin ríkisstjórnarinnar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir greinargóða umsögn sem liggur hérna fyrir. Og þetta náttúrulega þýðir það í stóra samhenginu að það verða mikla skerðingar fyrir okkar sveitarfélag ef þetta frumvarp nær fram að ganga. Eins og kemur fram í umsögninni að þetta er yfir og í kringum 100 milljónir króna sem við verðum af árlega. Svo er líka farið svolítið bratt í þetta frumvarp, en við tökum þarna fram að óskum eftir að þessi lög taki ekki gildi fyrir en janúar 27. Svo líka stingur það svolítið í stúf að það sé verið að setja inn þetta ákvæði með höfuðstöðvaálagið sem að ég tel að muni bara bitna hreinlega á landsbyggðasveitarfélögunum. Þannig að ég bara vil fagna því og þakka bara bæjarstjóra fyrir þetta greinargóða minnisblað sem liggur þarna fyrir. En ég held að við ættum sem bæjarfulltrúar hvar í flokki sem við stöndum að reyna svolítið að hamra á fólkinu okkar inn á þingi að reyna að tala fyrir því að það er ekkert vit í því að þetta fari svona óbreytt í gegn. Takk. Takk fyrir þetta, Anton, Kristinn. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum leið? Ég tek undir það og þakka bæjarstjóra fyrir afskaplega vel unna, umsögn til Jöfnunarsjóðs. Það er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem það gera gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Það var 15. mál á dagskrá sem er fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Á 167. fundi bæjarráðs 28. maí síðastliðinn voru eftirfarandi markmið fyrir vinnslu fjárhagsáætlunar samþykktar samhljóða. A-hluti, rekstrarniðurstaða verði jákvæð að lágmarki 1% af tekjum. Veltufé frá rekstri verði yfir 10% af tekjum til að standa undir afborgunum lána og sem mestu af fjárfestingum. Lántaka nemi að hámarki 40% af fjárfestingum árið 2026.
Skuldastaða A-hluta fari ekki yfir 80% af tekjum. Handbært fé í árslok verða lágmarki 500 milljónir króna. Gjaldskrá þjónustugjalda haldist í takt við þróun verðlags og fjárfestingaverði sem mest fjármagna með skatttekjum og söluhagnaði eigna á næstu árum. Þannig að lántökum verði haldið í lágmarki. Og svo það A- og B-hluti að það að standast fjárhagsleg viðmiðum jafnvægisreglu og skuldareglu, samanber 64. grein sveitarstjórnarlaga 138/2011. Ég gef orðið laust. Lagt til að afgreiðsla bæjarráðs verði samþykkt, þeir sem það gera, gefur merki. Það samþykkt samhliða. Við erum komin á 7. máli sem framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Á 167. fundi bæjarráðs 28. maí síðastliðinn var eftirfarandi bókun samþykkt samhliða og ég ætla að lesa hana hér upp. Bæjarráð lýsir miklum vonbrigðum með að enn og aftur skuli umsókn framlag úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til nauðsynlegra framkvæmda á Garðskaga vera hafnað. Umsókn framlag úr sjóðnum í samstarfi við Reykjanes Jarðvang og Garðskagi samkvæmt mælingum næst fjölsóttasti ferðamannastaður á Suðurnesjum á eftir Bláalóninu. Það var samþykkt samhliða að farið verði fram á rökstuðning fyrir afgreiðslu framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og umsókn styrk til framkvæmda á Garðskaga. Jafnframt að kalla verði eftir upplýsingum frá sjóðnum framlög til Suðurnesja undanfarin ár í samanburði við önnur landsvæði. Ég gef orðið laust. Oddný Kristín gjör svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar. Já, ég eiginlega bara orðlaus og rosalega vonsvikin að ár eftir ár erum við að sækja styrki í þennan sjóð og okkur alltaf hafnað. Ég bara velta fyrir mig hvort að fólki sem sér eða í þessum sjóði viti hafi nokkuð tíma komið hingað. Þannig ég bara býð þeim velkomin að koma og skoða svæðið okkar. Því okkur vantar styrk til þess að byggja þetta svæði upp. Takk. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum máli. Það lagt til að bókun og afgreiðsla bæjarráðs verði samþykkt, þeir sem það gera gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 7. máli sem húsnæðisáætlun. Á 167. fundi bæjarráðs 28. maí síðastliðinn var samþykkt samhljóða að vísa tillögum húsnæðisáætlun Suðurnesjabæjar 2025 til kynningar í framkvæmd og skipulagsráði og til staðfestingar hjá bæjarstjórn. Ég gef orðið laust. Lagt til að bæjarstjórn samþykki húsnæðisáætlunina, þeir sem það gera gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það 8. mál Fyrstækniskóla Íslands, ósk húsnæði Suðurnesjabæ. Á 167. fundi bæjarráðs var fjallað erindi frá Fyrstækniskóla Íslands með ósk framlengingu á leigusamningi húsnæði fyrir starfsemi skólans í Sandgerði. Bæjarráð samþykkti samhljóða að framlengja leigusamningu Fyrstækniskóla Íslands til 1 árs. Ég gef orðið laust. Lagt til að afgreiðsla bæjarráðs verði samþykkt, þeir sem það gera gefur merki, það samþykkt samhljóða. Þá komið að 9. máli sem lög veiðigjöld 2025. Á 167. fundi bæjarráðs 28. maí síðastliðinn var eftirfarandi umsögn samþykkt samhljóða sem ég ætla nú að lesa. Umsögn frumvarp til laga breytingu á lögum veiðigjald nr. 145/2018 351. mál. Bæjarráð Suðurnesjabæjar tekur undir almennt sjónarmið sanngjarna gjaldtöku fyrir afnota auðlindum í þjóðareign. Þar með talið sjávarauðlindum. Bæjarráð leggur hins vegar áherslu á að sjávarútvegur mjög mikilvæg atvinnugrein í mörgum sjávarbyggðum í landinu og skiptir miklu máli varðandi hagsmuni sveitarfélaga og samfélaga. Af þeim sökum mjög mikilvægt að ákvarðanir gjaldtöku fyrir afnota sjávarauðlindum séu unnar í samráði við sveitarfélög vegna þeirra miklu hagsmuna sem eru í húfi. Því miður hefur slíkt samráð ekki átt sér stað í þessu mikilvæga máli. Núverandi ríkisstjórn lýsti því yfir í stefnulýsingu sinni að ríkisstjórnin ætla að bæta samskipti ríkis og sveitarfélaga og treysta stoðir hinna dreifðu byggða. Eftir því hefur ríkisstjórnin því miður ekki unnið í þessu máli. Í umsögnum máli í samráðsgátt stjórnvalda gagnrýndi bæjarstjórn Suðurnesjabæjar meðal annars harðlega að greiningar eða útreikningar á mögulegum áhrifum hærri veiðigjalda á einstök sveitarfélög hafi ekki legið fyrir. Það lögbundið skylda samkvæmt 129. grein sveitarstjórnarlaga að slíkar upplýsingar skuli liggja fyrir þegar að lagafrumvörp eru lögð fram og sem hafa áhrif á hagsmuni sveitarfélaga. Bæjarráð þykir miður að slíkar upplýsingar liggja ekki enn þá fyrir nú þegar frumvarp breytingar á lögunum hefur verið lagt fram á Alþingi.
Af þeim sökum hafa samtök sjávarútvegssveitarfélaga látið vinna ítarlega greiningar á mögulegum áhrifum og einstök sveitarfélög og vísa bæjarráð til þeirra gagna. Leið og hvatt til þess að við umfjöllun málsins á Alþingi verði slíkar greiningar lagðar fram af hálfu viðkomandi ráðuneytis. Samkvæmt greiningu sem KPMG vann fyrir samtök sjávarútvegssveitarfélaga eru miklir hagsmunir í húfi fyrir Suðurnesjabæ. Og telur bæjarráð að mögulega muni boðið hækkun veiðigjalda hafa neikvæð áhrif á tekjur bæjarsjóðs og hafnarsjóðs. Fram kemur í greiningu KPMG að vægi fiskveiða og fiskvinnslu sé 14% í útsvarsgrunni sveitarfélagsins. Þar fyrir utan eru miklir hagsmunir í húfi varðandi afleita þjónustu og störf sem tengja starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja í Suðurnesjabæ. Bæjarráð hvetur Alþingi til að taka tillit þegar þær miklu hagsmunasemi í húfi eru fyrir sjávarútvegssveitarfélög á Íslandi. Sveitarfélögin hafa almennt miklar áhyggjur á mögulegum neikvæðum áhrif á hækkun veiðigjalda varðandi afkomu sveitarfélaga og þróun byggðar í fjölmörgum sveitarfélögum sem byggja að miklu leyti á starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja. Bæjarráð vísar til og tekur undir umsögn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga máli, þar sem sjónum fyrst og fremst beint að hagsmunum sveitarfélaga og samfélögum þeirra. Auk þess vísa bæjarráð í umsögn bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar 2. apríl síðastliðinn drög af frumvarpinu sem þá var í samráðsgátt stjórnvalda. Enda það frumvarp sem liggur fyrir Alþingi nánast óbreytt frá því frumvarpi sem birtist í samráðsgátt að öðru leyti en því að viðmið afsláttar veiðigjalds á minni útgerðir hefur verið hækkað. Bæjarráð ítrekar hvatningu til ráðherra og Alþingis að leggja sig betur fram að eiga eðlilegt og sjálfsagt samráð við sveitarfélögin þetta mikla hagsmunamál og sýna fram á hver möguleg áhrif verða á sveitarfélög og sjávarbyggðir ef frumvarpið verður að lögum. Og lestri lýkur. Ekki orðlaust. Lagt til að samþykkja afgreiðslu fyrirgefðu Anton Kristinn, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég get nú ekki annað sagt en að ég tek heilshugar undir bókun bæjarráðs. Þetta er grafalvarlegt mál og þetta mun hafa veruleg áhrif eins og kemur fram í þessari bókun fyrir okkar sveitarfélag. Það sem kemur fram að 14% af þessum útvarsgrunni sveitarfélagsins tengist beint eða óbeint sjávarútvegi og tala nú ekki svo afleitu störfin sem er í kringum þetta. Ég hef reynt að beita mér í þessu máli og hef reynt að eiga samtöl við þingmenn og aðra hluttegandi aðila í þessu máli og því miður þá finnst mér eins og það skorti skilning hvað þetta þýðir í raun og veru fyrir sveitarfélögin á landsbyggðinni. Og það stingur líka svolítið í augun að þessi ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sé í rauninni ekki að huga 129. grein eins og kemur fram þarna að það þurfi að hafa greiningahlutina og samráð við sveitarfélögin í svona stóru og veigamiklu máli og það er með öllu ótækt að sjávarútveg sveitarfélögin sem við erum nú hluttegandi aðilar að þurfi að fara í greiningu sem kostar nokkrar milljónir króna út af því að það skorti gögn í málinu. Þannig að ég held að við ættum að reyna svolítið að standa þétt og fast saman í þessu máli óháð hverju flokki sem við stöndum og ég fagna því að í þessari bæjarstjórn eru menn samhljóma þessa hluti, hverju flokki sem menn standa. Þannig að út af því að við vitum það sem að búum á landsbyggðinni og erum hérna í nálægð við samfélagið að þetta mun hafa veruleg áhrif og við erum náttúrulega hrædd það að þetta mun bitna náttúrulega fyrst og fremst á landvinnslustörfunum. Að það muni hérna loka landvinnslan og afli verður hreinlega bara færður yfir á frystiskip eða bara fluttur óunnin úr landi eins og við sjáum í strandveiðunum þó það séu nú sæmilega sem slíkar að þá er það staðreynd eins og með strandveiðarnar að það er 80% af þeim afla sem er fluttur óunnin úr landi. Hann er bara slægður og settur beint í kör og í gám og upp í útflutning.
Þannig að það er rauninni ekkert skattbor sem að það skilur eftir sig. Þannig að verðmætasköpunin er gríðarleg og ég held að þetta mál fari á endanum í gegn. Þannig að við þurfum að vera undir það búin að þessi hlutir sem að vera að tala í umsögninni og í bókuninni og bæjarráði að þetta raungerist. Ég er ekkert að grínast með það. Ég held að þetta fari óbreytt í gegn. Það hefur verið reynt að tala fyrir þrepaskiptum veiðigjöldum. Það hefur verið ekki neinn hljómgrunnur fyrir því. Þannig að þetta snýst í rauninni ekkit útgerðirnar eða útgerðarmennir sem slíka. Þetta snýst að vernda byggðarlögin og starfsemina sem á sér stað á landsbyggðinni. Og eins og ég segi, eins og þetta horfum við núna, þá held ég að þetta gæti í rauninni bara raungerst og við þurfum að bara vera undir það búin hérna sem sveitafélag. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kristinn. Eru fleiri sem hvað sér ljós undir þessu máli? Magnús Sigurðs Magnússon, gerðu svo vel. Forseti, góður bæjarfulltrúar. Já, ég tek nú bara heilshugar undir þessa bókun hjá bæjarráði og eins og það sem við höfum verið að gera hér í kringum þetta, við höfum bara verið að reyna að koma máli okkar vel á framfæri. Það liggur alveg fyrir að þetta hefur gífurleg áhrif á samfélagið. Miðað við þær upplýsingar sem ég fékk, þá er stærsta fyrirtæki hjá okkur hérna að það yrði aukning á þeim tæpa 200 milljónir í veiðigjöldum og það hlýtur að vera svolítið mikið þegar að við missum svona þátt út úr samfélaginu. Þannig að þá ég hef verið að velta fyrir mig álags þættunum sem þið setja upp reiknireglunni. Í sjómannasamningunum síðasta vetur þá var hérna náðist sátt um verðlagningu á bolfiski með því að vera með 85% af markaðsvirði í beinu viðskiptum og þá kom fram að í þeim rökstuðningi sem þá var að 5% fór í kostnað við uppboðskostnaðinn og annað og þá velti maður fyrir sér að hvernig þið finnið inn á stöðul til að búa til verðmæti. Auðvitað væri við ánað þegar við erum að reka höfn ef við getum nota sama stöður. Ég held ef að ríkisstjórnin fer fram með þessum hætti, þá hún að setja sjómannasamningana í hættu og við hljótum að gera kröfu í það sem erum að reka hafnir að aflaverðmæti sé þá metið út frá þessu þætti. Þannig að það hlýtur að koma niður á þessu. Aftur á móti tókst ekki í sjómannasamningunum að búa til verðmætastöðulinn á uppsjávarfiskinn. Þannig að þar var ekki eins mikið samkomulag. En það tekið ákvörðun um það í þessu frumvarpi að fara bara beint í norskan uppboðsmarkað og meta þetta allt út frá því. Og þá hlýt ég að koma með þá spurningu, förum við ekki fram á nákvæmlega sömu verðlagningu á uppsjávarafla í verðmætasköpuninni alveg svo í hinu. En ég styð þessa bókun hjá bæjarráði og ég held að við séum bara að gera góða hluti með þessu. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Já, það er ánægilegt að við séum allir samstiga og með sömu skoðun á þessu málefni sem hefur mikil áhrif á okkar sveitafélag.
Eru fleiri sem að kveða sér ljós undir þessum máli? Lagt er til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs þeir sem það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 10. máli sem er íþróttamannvirki. Á 167. fundi bæjarráðs 28. maí síðastliðinn var eftirfarandi tillaga frá meirihluta D- og S-lista samþykkt samhljóða. Mánudaginn 12. maí síðastliðinn var tillaga stofnun nýs íþróttafélags í Suðurnesjabæ felld á aðalfundum knattspyrnufélaganna Reynis og Víðis. Það er til ljóst að ákvörðun meirihluta bæjarstjórnar að unnið verði eftir áður samþykktri tillögu uppbyggingu gervigrasvallar á aðalvelli Reynis, líkt og segir í málefnasamningi. Öðlast gildi að nýju. Skipulags- og umhverfissviði er falið að hefja að nýju hönnunarvinnu og kostnaðargreiningu vegna vallarins. Þá verði íþrótt- og tómstundafulltrúa falið að vinna að samningum við knattspyrnufélögin Reyni og Víðum afnot af gervigrasvellinum. Jafnframt er skipulags- og umhverfissviði falið að kostnaðarmeta gerð nýrrar stúku og uppsetning á vökunarkerfi við aðalvöll Víðis auk bættar æfingar aðstöðu fyrir yngri flokka í garði. Í samstarfi við félagið eins og segir í málefnasamningi. Þá liggur einnig fyrir bréf frá knattspyrnufélaginu Víði og barna- og unglingaráði Reyni Víðis þar sem óskað er eftir því að staðsetning fyrirhugaðs gervigras verði endurskoðuð. Ég gef orði laust. Laufey, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Við erum að fjalla hérna uppbyggingu íþróttamannvirkja í Suðurnesjabæ. Þetta mál á sér langa sögu eins og flestir þekkja og búið er að reyna ýmsar leiðir til þess að almenn sátt ríki þetta mál. Í júní 2024 var samþykkt tillaga staðsetningu vallarins á Sandgerðisvelli og það var áður en að núverandi meirihluti tók við. En í samstarfssáttmála núverandi meirihluta sem lagður var fram þann 11. júlí 2024 og birtist í heild sinni í þeirri fundargerð. Þar kom meðal annars eftirfarandi fram, með leyfi forseta. Unnið verði eftir áður samþykktri tillögu uppbyggingu gervigrasvallar á aðalvelli Reynis. Stúka verði sett við aðalvöll Víðis ásamt vökunarkerfi. Fegrun umhverfis við vallarhús félagsins. Bæta æfingaaðstöðu fyrir yngri flokkan knattspyrnufélagsins Víðis í samstarfi við félagið. Tilvitnun lýkur. Það sem liggur fyrir hér og nú á þessum fundi er að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs sem snýst að gera kostnaðaráætlun fyrir gervigrasvöll. Næstu skrefur svo að sjá hvað kemur út úr því. Það sem mér finnst persónulega mikilvægt að halda til haga er að við séum að vinna í því að byggja upp aðstöðu fyrir börn og ungmenni í sveitarfélaginu. Mér finnst einnig mikilvægt að við leggjumst öll á eitt til að fjölga í hópi þeirra barna og ungmenna sem stunda íþróttir og tómstundir. Ég persónulega vil einnig hvetja forsvarsmenn íþróttafélagana sem kalla eftir jafnræði fyrir iðkendur að stuðla markvisst að því að það geti verið æfingar í báðum hverfum. Til dæmis, ef okkur tekst að reisa gervigrasvöll í Sandgerði, að þá verði vetraræfingar þar og síðan sumaræfingar í garðinum. En fyrst og fremst vona ég að okkur öllum takist að vinna farsællega að íþróttaiðkun barna og ungmenna í Suðurnesjabæ. Takk fyrir þetta Laufey. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið? Einar Jón, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestur. Við viljum byrja á því að taka undir orð höfðingjar sem hér voru og vísa til þess að saga þessa verkefnis er orðin ansi löng. En eins og Laufey rakti hér áðan þá var ákveðið á fundi fyrir ári síðan að halda áfram með það ákvörðun sem lá fyrir varðandi gervigrasvöll. Svo kom tillaga frá knattspyrnufélaginu Víði og Reyni nýja útfærslu og að sama tíma yrði þessu félög sameinuð eða nýtt félag stofnað á þeirra grunni og nú
eins og vísaði hér til og við stendur í bókun bæjarráðs að þá tókst það ekki og segi það persónulega finnst mér það miður, en það er mín persónulega skoðun. Bæði félögin og við verðum að virða ákvörðun félagsmanna. Ég verð að viðurkenna að ég hef miklar áhyggjur af stöðunni. Ég held að gjáin á milli félagana hafi dýpkað mikið. Og ég vil taka undir það sem Laufey sagði að ég hvet félögin eða forsvarsmenn þeirra að ná saman að byggja upp samfélag okkar og auka veg íþrótta fyrir börn. Ég vil líka minna á það að fyrir ári síðan þá óskaði ég eftir því að það yrði farið í að kostnaðarmeta völlinn og það var ákveðið að fara í hönnunarvinnu og kostnaðarmat á þeim velli. Jafnframt leggjum við hér til að kostnaðarmeta þær framkvæmdir sem við settum fram þegar við hófum samstarf fyrir ári síðan. Nú höfum við fengið bréf frá knattspyrnufélaginu Víðir og unglingaráði Reynis Víðis að endurskoða afstöðu okkar. Ég get alveg skilið það að menn óski eftir því. Ég vil líka vísa til þess að þegar ákvörðun var tekin það að fara í byggingu á knattspyrnuvelli, gervigrasvelli á knattspyrnuvelli Reynis, þá var þó sú ákvörðun tekin að því að það var ódýrasta leiðin að mati manna. Ég er ekki viss að sú ákvörðun hafi rétt, en ég virði ákvörðunina. Það kemur í ljós þegar hönnunin lokið og kostnaðarmat hver kostnaðin verður. Sú tillaga sem hér er lögð fram eða hvatning til okkar að byggt verði upp á miðjunni var á þeim tíma dýrasta útgáfan þar sem að innviði vantaði. Við getum eflaust verið skynsum og sagt bara ef við hefðum gert eitthvað annað þá værum við komið lengra í dag. En ég hef ekkert í höndunum til að byggja á neina breytingu á ákvörðun minni. Eða réttara sagt að breyta ákvörðun sem að bæjarstjórn tók fyrir ári síðan. Ég vil því standa við þá bókun sem að við fluttum í bæjarráði fyrir viku síðan eða svo. Það sem að skipulags- og umhverfisverði verði falið að kostnaðarmeta það framkvæmdir sem þarf að fara í við knattspyrnusvæðið hér í Garði og jafnframt að hönnun verði kláruð og kostnaðarmat við gervigrasvöll verði klárað. En ég hvet alla aðila sem geta haft áhrif á það að ná sátt milli félagana á einhvern hátt. Við verðum að ná sátt á milli félagana til að ná sátt í samfélagi okkar. Og við verðum að beita okkur öll fyrir því að börnin okkar fá alast hér upp við íþróttir sem eru öflugar.
Og þá er ég ekki bara að tala um fótbolta, heldur aðrar íþróttagreinar. Við horfðum lengi vel til samfélags ekki langt frá okkur sem gerði hlutina svakalega vel. Ég er að tala um Grindavík. Við sjáum í dag hvað Grindavík byggir á. Þá er ég ekki bara að tala um gamla grunninn og sjávarútveginn og allt það, heldur andan í samfélaginu sem byggist á því að það er samstaða íþróttir í samfélaginu og menninguna. Og maður ekki gleyma því að stærsti hluti þess, eða einn af stærri hluti þess, að Sandgerði og Garður samanæðist, var að því að börnin okkar höfðu í langan tíma verið saman í íþróttum. Það var stór partur, vegna þess að þar voru foreldrarnir sameinaðir á bak við börnin í samfélaginu. Þannig ég hvet okkur öll og félögin og alla aðila sem að geta haft áhrif á því að ykkur sátt verði í samfélaginu og að börnin okkar geti fengið tækifæri til þess að horfa fram á veginn og við öll. Ég vil taka undir bókun bæjarráðs og mun samþykkja hana. Takk fyrir þetta, Einjón. Ég vil taka undir margt sem að hér hefur komið fram og ég vil líka leggja áherslu á að Suðurnesjabær mun að sjálfsögðu áfram styðja við starf félagana. Ég held að það sé alveg ljóst í barna- og unglingastarfinu og ég ítreka eins og Laufey og Einjón hafa komið inn á að hvetja félagin til þess að halda áfram góðu starfi sem er svo sannarlega til staðar og byggja ofan á það þannig að félagin okkar haldi sínum merkjum á lofti. Af því að félögin eru ekkert nema akkurat þeir sem eru í félögunum og stunda íþróttirnar sem eru stundar í félaginu. Og það mun á nefa efla samfélagið í Suðurnesjabæ sem er gríðarlega mikilvægt. Þannig að hvatning er klárlega máli hérna til handa félögunum og Suðurnesjabær mun styðja við það. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs undir þessum lið? Magnús Sigfús, gjör svo vel. Forseti, góður bæjarfulltrúar. Já, ég held ég væri komin í kirkju. Þetta var svo mikil dásenda ræða sem kom hérna á fulltrúa D-listans. En það er ein spurning sem ég vil leggja fram í þessu samhengi. Ég ætla ekki að ræða efni tillögunar eitt eða neitt, ég styð hana. En mér langar svolítið að vita hvað þetta leikrit kostaði sem var farið í kringum þetta og ég ber þá bara spurninguna beint til hérna forseta bæjarstjórnar. Þannig að mér langar svolítið að vita hvað kostnaðurinn var við þessa umgjörð sem var þarna á ferðinni. Það var farið í að reyna að vinna að alls konar málum sem að því var bara beint hafnað af félagsmönnum félagana. Við gátum ekki fengið neitt annað út úr þessari kosningu sem þarna var gerð annað en þessu var hafnað algjörlega. Og maður var svolítið hissa á því, ég skal bara viðurkenna það. Maður uppgötaði svona, kosningarnar svona, þetta var eins og þetta væri tvennskonar. Mér fannst eins og umræðan víðis megin hefði verið svona að hvort það ætti að sameinast eða ekki sameinast. Þetta Sandgerðismegin eða Reynismegin, þar snýrist þetta meira og minna bara fjárfestingarnar í íþróttum. En þessu var hafnað.
En ég vil úska eftir því hvað þessi kostnaður var mikill og sem að fór í þetta. Það var haldinn fundur, íbúafundur hérna í garðinum. Nú, við vorum með íþrótt- og tómstundafulltrúa í vinnu við að útbúa alls konar hugmyndir og skjöl. Þannig að það langar svolítið að fá þessa niðurstöðu því að ég átti alveg svona á að það væri svona framhaldsleikþáttur í þessu en það ekki. En ég langar allavega að vita hvað þessi fyrirhluti kostaði. Já, ég ætla nú bara fyrst að segja að mér erst nú svolítið djúpt í árinu tekið að vera að tala um þetta sem eitthvað leikrit. Menn séu bara leika sér að búa eitthvað til hérna og í því skyni að búa til eitthvað bara sem að engu skiptir. Ég held að það var nú margoft komið hérna fram að það meiri sé hérna frá minnihluta, núverandi minnihluta að það sé mikilvægt að það sé eitt félag hérna í bænum og þannig að það var nú þau vel þess virði að skoða það og það má ekki gleyma því að vinnan sem er búin að eiga sér stað núna er svo sannarlega hægt að byggja á. Þessi samningur sem að sveitarfélagi var aðalega að vinna í þessu ferli og hvernig við myndum vilja greiða fyrir gæðastarf sem unni væri í barna- og ungmennastarfi hjá félögunum, að það er að sjálfsagt að byggja á því. Og hvort sem að það hefði verið stofnað nýtt félag eða hvort sem að Reynir og Víðir fari í samstarf núna, meira samstarf um barna- og unglingastarf, að þá er þetta að byggja á þessum samningi gagnvart félögunum í því. Þannig að þetta er nú ekki til einskis og ekkert leikrit. Ég er ekki með kostnaðartöluna á hreinu en það er örugglega bara minnsta mál að láta taka hana saman og senda bæjarfulltrúa Magnúsi Sigfússyni Magnússyni. Ég vona að þetta hafi svarað spurningum bæjarfulltrúans. Fleiri sem kveða sér ljós. Magnús Sigfús, gjör svo vel. Forseti Bæjarstjórnar. Sko, ég var ekkert að fara í greiningu á því hvort að þetta hefði verið gott eða slæmt starf. Ég var bara að spyrja hvað þetta kostaði. Og það getur ekki verið erfitt að taka þetta saman. Þannig að ég var ekkert að fara í efnislega umræðu þennan þátt á neytendamáta. Þannig að ég óska bara eftir því að það verið dregið tilbaka, ég hef verið að rakka þetta niður eitthvað. Takk fyrir þetta. Þú bendir samt jafnáttur á Magnús Sigfús að þetta sé eitthvað leikrit sem að gefa kannski svolítið til kynna að þetta hafi verið eitthvað vitleysa sem að fara á staði með. Og ég var einfaldlega bara að benda á það að á vinnuna sem hefur farið þarna fram, hún var ekki til einskis. Og það hefur klárlega verið eitthvað kostnaður við þetta. En þessi kostnaður til dæmis sem var vegna starfsmannsins sem vann þessa vinnu að hann örugglega eftir og margfalt eftir að skila sér bara í allir þeirri greiningavinnu sem átt sér stað hérna á sveitarfélaginu sem nýtast okkur áfram. Þannig að já, fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Nú, ef ekki, þá er lagt til að afgreiðsla bæjarráðs verði samþykkt þeir sem að það gera gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 11. máli á dagskrá sem er íþróttamannvirki. Á 30. fundi Íþrótta- og tómstundaráðs 27. maí síðastliðinn voru samþykktar reglur úthlutun tíma íþróttamannvirkjum og íþróttasvæðum til íþróttafélaga og almennings. Samþykkt að vísa málinu til staðfestingar í bæjarstjórn. Ég gef orðið laust. Og ég vil meðal annars þá benda á hérna að akkurat þessi vinna var unnin núna í þessari vinnu við stofnun nýs íþróttafélags. Þetta er til dæmis ein afurðin sem var að þeirri vinnu. Það er gott að sjá hana raungerast. Einhver sem kveða sér ljós. Þá er lagt til að reglur úthlutun tíma íþróttamannvirkjum og íþróttasvæðum til íþróttafélaga og almennings verði samþykktar þeir sem það gera gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 12. mál, sveitarfélagi Vogar sameiningarmál. Þetta er erindi frá sveitarfélaginu Vogum þar sem að framkemur bókun bæjarstjórnar við síðari umræðu valkostagreiningu vegna sameiningar sveitarfélagana. Gef orðið laust. Þetta er bara hér lagt fram. Þá eru konar stuðningsþjónustu á 59. fundi fjölskyldu- og velferðarráðs, dagsetning 15. maí 2005, voru samþykkt drög að reglum stuðning
við börn og fjölskyldur þeirra og þeim vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Gef orðið laust. Lagt til að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu fjölskyldu og velferðarráðs, þess að það gerir gefummerki. Það er samþykkt samhliða. Þá komið að 14. máli sem kosning forseta bæjarstjórnar til 1 árs. Kosning forseta bæjarstjórnar til 1 árs samanber 7. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Lagt til að Einar Jón Pálsson verði forseti bæjarstjórnar. Ég gef orðið laust. Þeir sem það samþykja gefummerki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Bæjarfulltrúar og B-lista og Magnús Magnússon sitja hjá. Þá komið að kosningu 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar til 1 árs. Kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar til 1 árs samanber 7. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Lagt til að 1. varaforseti bæjarstjórnar verði Jóna Magnúsdóttir og 2. varaforseti verði Anton Kristinn Guðmundsson. Ég hef orðið laust. Þeir sem það samþykja gefummerki, það samþykkt með 6 atkvæðum meirihluta, einhver á móti og bæjarfulltrúar og B-lista og Magnús Magnússon sitja hjá. Þá komið að 16. máli sem kosning í bæjarráð. Kosning aðal- og varamanna í bæjarráð til 1 árs samanber 27. grein og 44. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Meirihluti D- og S-lista verður ákveðið að falla frá hlutkesti við kosningu í bæjarráð 3. aðalmann og því verða kosnir 2 fulltrúar frá D- og S-lista og 1 frá B-lista. Lagt til að aðalmenn verði Sigursveinn Bjarni Jónsson formaður og Laufey Erlendsdóttir varaformaður, varamenn Önundur Björnsson og Jónína Magnúsdóttir. Ég bið fulltrúa B-lista að bera upp fulltrúa sína aðal og varamenn. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við erum hérna í liðnum nr. 16, kosning í bæjarráð og B-listi leggur fram lista í bæjarráð og ég færi þér hér með að Anton Kristinn Guðmundsson, óskum eftir því að Anton Kristinn Guðmundsson leggjum fram að hann verði aðalmaður í bæjarráði og varamaður verði Úrsula María Guðjónsdóttir. Þetta er allavega okkar framlag í kosningu kjör lista í bæjarráð. Takk fyrir þetta, Anton. Fleiri sem hver sér ljós undir þessum lið. Magnús Sigfús, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég legg til fram lista til kjörs í bæjarráð, þannig að Magnús S. Magnússon verði aðalmaður í bæjarráði. Gjör svo vel. Fleiri sem hver sér ljós undir þessu lið. Þá byrjum við á því að þeir sem samþykkja tilnefningu í bæjarráð, Sigursveinn Bjarni Jónsson formaður og Laufey Erlendsdóttir varaformaður, varamenn Önundur Björnsson og Jónína Magnúsdóttir og þá frá minnihluta Anton Kristinn Guðmundsson og til vara Úrsula María Guðjónsdóttir. Forseti biður fundarhlé. Ásakið, aðeins að fá eitthvað hreint.
eftir hérna smá fundarlíða þá og smá ræðlegginga og lítur forseti á að það séu 3 tillögur í gangi sem þarf að ganga til atkvæða sem þá fyrst hér til að meirihlutans að Sigursveinn Bjarni Jónsson verði formaður og Laufey Erlendsdóttir varaformaður og varamenn Önundur Björnsson og Jónína Magnúsdóttir. Þeir sem það samþykkja geðmerki. Ég mótmæli þessari aðferðafræði. Já. Af því að þú voru að bera upp alla listana. Það liggur alveg fyrir það eru 3 listar í boði. Nei, þeir eru einu. Og hérna, þeir eru allir í boði. Og það fer bara ekki hver listi fær mörg atkvæði. Það er ekki tókið í... Beru upp okkar lista. Já. Það er hlutaskosting í þessu tilvíki. Beru upp okkar lista. 3 lista, svo kemur það litli listan. Já. Má ég fá skaftar eftir smá fundarlið?
Höldum áfram með kosningu í bæjarráð. Hér eru 3 listar lagðir fram til kosningu í bæjarráði. Listi meirihluta D og S sem þá Sigursveinn Bjarni Jónsson og Laufey Erlendsdóttir, varamenn Önundur Björnsson og Jóhanna Magnúsdóttir. Listi B-lista sem Anton Kristinn Guðmundsson og Úrsula María Guðjónsdóttir vara og listi bæjarfulltrúa Magnúsar Sigfúsar Magnússonar. Býði þá sem að greiða atkvæði með lista meirihluta að gefa merki. Það samþykkt með 6 atkvæðum. Býði þá sem að greiða atkvæði með lista B-lista að gefa merki. Það samþykkt með 2. Býði þá sem að greiða lista bæjarfulltrúa Magnúsar Sigfúsar Magnússonar merki. Réttkjörnir í bæjarráð teljast þá vera Sigursveinn Bjarni Jónsson og Laufey Erlendsdóttir, varamenn Önundur Björnsson og Jóhanna Magnúsdóttir. Frá B-lista Anton Kristinn Guðmundsson almaður og varamaður Úrsula María Guðjónsdóttir. Fleiri sem kveða sér ljós. Magnús Sigfús gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég hérna með óskum áheyrn. Ég ætla að fá að lesa hérna. Magnús S. Magnússon óskar eftir því að vera áheyrnarfulltrúi í bæjarráði þar sem framboðslisti hann sem sjálfstætt starfandi bæjarfulltrú hefur ekki náð kjöri í bæjarráð. Og ég legg þetta bara fram. Gjörðu vel. Fyrir þetta, við göngum þá til kosninga hér að Magnús Sigfússon sem óskar eftir áheyrnarfulltrúi í bæjarráði. Þeir sem það samþykja að gefa merki. Það er samþykkt með 2 atkvæðum B-lista. Ykkur og Magnús Sigfússon verið ykkur á móti. Tillagan felld að meirihluta. Fleiri sem kveða sér ljós. Magnús Sigfússon gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég að velta fyrir mér það væri voða gott að fá rökstuðning frá meirihlutanum á hvaða forsendu þeir hafna áheyrn í bæjarráð. Og ég hef skilið allavega þá lagagrein sem var og allavega tilganginn fyrir því að veita mönnum áheyrn. Að hún byggð á því að ef að listanir eru í kjöri og það voru 3 listar í kjöri og einn náði ekki kjöri, þar að leiðandi hefur hann heimild til að óska eftir því að fá áheyrn í bæjarráði. Það allavega miðað við það sem að kjöri fór fram hérna, þá var lagður einn listi fram af meirihlutanum af D-lista, O-lista og S-lista. Það einn listi. Síðan kemur B-listinn, það annar listi. Síðan nær 3. listinn ekki í kjöri. Og túlkunin af þessu sem var gerð allavega síðast, ég óska eftir rökstuðningi bara fyrir þessu. Með þessari aðferðafræði sem hefur verið að gera núna, þá hefur verið að gera einn fulltrúan algjörlega óvirkan í málefnum bæjarfélagsins í 3 mánuði. Og fólki í meirihlutanum finnst þetta bara alveg sjálfsagt. Öll mál upp á borðinu, allt opið, öll umræða frjáls. En þau útiloka einn aðila frá hlutunum. Þannig að maður óskar bara eftir rökstuðningi í þessu. Já, takk fyrir þetta Magnús Sigfús. Við leitum ráða hjá Guðjóni Bragasyni og varðandi túlkun á þessu.
og ég ætla bara aðeins að fá að lesa svona smá úr því sem að hann talar hér í varðandi þessa 50. grein sveitarstjórnarlaga. Það sem var rétturinn til að tilnefna áheyrnarfulltrúa samkvæmt 1. málsgrein 50. greinar þeirra frambúða sem buðu fram í sveitarstjórn. Miða skal við þá lista sem voru í kjöri til sveitarstjórnar. Hér því ekki að ræða rétt einstakra sveitarstjórnarmanna, til dæmis ef þeir síðar á kjörtímabili segja sig úr þeim stjórnmálaflokki sem þeir tilheyra þegar kosningi sveitarstjórn fór fram. Sömu skilyrði gilda áheyrnarfulltrúa og gilda kjörgengi í nefndina. Í því felst til að mynda áheyrnarfulltrúi í byggðarráði verður að vera aðalmaður í sveitarstjórn. Og hann bendir á að það sé alveg skýrt að sveitarstjórnarmaður sem hefur slitið samstarfið þann lista sem hann var á kjöri á ekki kröfu að vera áheyrnarfulltrúi í bæjarráði eða öðrum fastanefndum. Þannig að það rökstuðningurinn. Ég var orðulaust. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Ég þekki þessa reglu og hef lesið hana í sveitarstjórnarlögunum, en sanngirnin engin í þessu samt. Fólki, það engin sanngirn í þessu. Vegna þess að það líka til vilji hvað fólk vill. Og ég held að þetta sé nú bara alveg, þetta þrengsta túlkun sem til Ég man aldrei eftir því að ég hefði sagt mig frá einhverjum lista. Þannig að ég fulltrúi D-listans inn í bæjarstjórn. Þannig að það gerir ekki dult með það. Þannig að þá hlýtur að vera það sem að D-listinn náði ekki kjöri núna inn í bæjarráð, þá hlýt ég að geta þá farið fram að það á þeim grunni að ég verði þá fulltrúi D-listans sem áheyrnarfulltrúi. Það getur ekki verið öðruvísi. Ég var þar á lista og ég var þar kjörinn. Ég hef ekki sagt mig hvorki úr flokknum með annað. Þannig að mér finnst allt í lagi þó fólk athugi pínlítið hvað að gerast. Takk fyrir þetta. Ég óska eftir fundarhlé. Aftur.
Við höldum áfram og meirihluti DOS-lista vill leggja til að bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon verði áheyrnarfulltrúi á meðan að sumarleyfi bæjarstjórnar stendur og bæjarráð fer með fullnar afgreiðslu mála. Þeir sem það samþykja gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Þá höldum við áfram dagskrá sem er 17. mál sem er kosning þingfulltrúa kosning þingfulltrúa á samtökum sveitarfélaga og í stjórnir samanber C-lið 44. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Tilnefning eins aðalmanns og varamanns í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs Suðurnesja og tilnefndir eru Særún Rósa Ástórsdóttir sem aðalmaður og Magni Freyr Guðmundsson sem varamaður. Magnús Stefánsson hefur beðið orðið. Já, forseti, ég ætla nú bara að útskýra þetta mál. Það er þannig að á síðast ári kaus bæjarstjórn einn aðalmann og einn varamann sem tilnefndi það þá til SSS til starfa í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs. Síðan kom frá SSS sem sagt að sveitarfélagið eins og hinn þurfum við að kjósa 2 aðalmenn og 2 varamenn til tilnefningar í þessa stjórn eða úthlutunarnefnd. Og jafnframt var svona svo formúla gefin upp að annar fulltrúinn væri úr pólitíkinni en hinn fulltrúinn ekki og þannig hafa hinn sveitarfélagið gert þetta. Og þess vegna er núna tillaga að kjósa þessa aðila tilnefna á til SSS sem skipar í þetta með þessum hætti. Bara rétt til útskýringu. Ég vona að þetta sé skýrt. Takk fyrir þetta Magnús. Fleiri sem kveða sér ljós? Þeir sem samþykja tilnefninguna gefa merki. Einhverju móti. Hún er samþykkt af meirihluta DOS og ég listi á Magnús Sigfús Magnússon sitja hjá. Þá erum við komin að 18. máli sem er sumarleyfi bæjarstjórnar. Með tilvísun í 4. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar samþykki bæjarstjórnar fella niður reglulega fundi bæjarstjórnar vegna sumarleyfis frá og með 5. júní til 3. september 2025. Jafnframt samþykki bæjarstjórnar veita bæjarráði heimild til fullnar afgreiðslu mála meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir. Ekki orðlaust. Þeir sem samþykja þessa tillögu gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að síðasta almenna málinu hér á dagskrá sem er fundaáætlun bæjarstjórnar bæjarráðs tímabili júní til september 2025. Ekki orðlaust. Lagt til að fundaáætlun verði samþykkt. Þeir sem það gera gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við hér komin að fundagerðum til kynningar og fyrsta fundagerðin er bæjarráð 165 sem 14. maí síðastliðinn gefi orðlaust fundagerðina. Nú engi kveður sér ljós, þá er fundagerðin hér lögð fram. Svo er það bæjarráð 166, 28. maí síðastliðinn, gefur orðlaust fundagerðina. En engi kveður sér ljós, þá er hér lögð fram. Fundagerð fræðsluráðs síðan 16. maí, 54. fundur. Ég gef orðlaust fundagerðina. Mér langar að benda á á fyrirmyndaverkefni skóla sem við erum að fara að taka upp í fyrsta skipti í Suðurnesjabæ. Það sem við höfum það er þetta tilnefna fyrirmyndaverkefni úr skólanum okkar og það fer fram hátíðleg athöfn 10. júní á afmælisdegi Suðurnesjabæjar eins og við öll vitum. Þannig að ég hvet ykkur til að mæta þar og sjá gróskuna í skóla samfélaginu okkar. Ekki hveða sér ljós. Þá fundagerðin hér bara öðruleyti lögð fram. Þá erum við komin að framkvæmda- og skipulagsráði nr. 64 síðan 21. maí síðastliðinn, ég gef orðlaust. Þá ef enginn kveða sér ljós þá er fundagerðin hér lögð fram og við erum komin á fjölskyldu- og velferðarráð 59. fund síðan 15. maí, gef orðlaust fundagerðina. Ef enginn kveður sér ljós þá fundagerðin hér öðruleyti lögð fram. Þá erum við komin að íþrótta- og tómstundaráði 30. fundi ráðsins 28. maí síðastliðinn, gef orðlaust fundagerðina. Ef enginn kveður sér ljós þá er hún hér lögð fram.
Þá komið að fundargerð Samband Íslenskra sveitarfélaga sem 16. maí síðastliðinn ekki orðulaust. Og þá hún hér að öðru leyti lögð fram þar sem enginn kveður sér hljóðs. Svo erum við komin að Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum, 812. fundur, síðan 14. maí síðastliðinn ekki orðulaust fundargerðina. Og enginn kveður sér hljóðs, þá hún hér lögð fram. Þá það 28. mál sem Kalkasorpeyðingarstöð fundargerð, 2 fundargerðir, síðan 8. apríl og 10. apríl, ekki orðulaust fundargerðirnar. Fundargerðirnar eru þá lagðar fram. Þá það 29. mál sem Brunavarnir Suðurnesjafundur, 22. maí, nr. 93, ekki orðulaust fundargerðina. Enginn kveður sér hljóðs, þá hún lögð fram. Að lokum það mál 30, svæðisskipulag Suðurnesja, fundur nr. 53, síðan 8. maí síðastliðinn ekki orðulaust. Og enginn kveður sér hljóðs, þá fundargerðin hér lögð fram. Þá dagskráin tæmd og komið að lestri fundargerðar. Árni Gísli Árnason, gjörðu svo vel, ertu tilbúin? Smástund, ekki máli. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur. Ég ætla þá að lesa yfir fundargerðina og bið fundarmenn endilega láta mig vita ef eitthvað hefur misfærast við ritunarinnar. Þetta fundargerð 82. fundar bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar, haldinn miðvikudaginn 4. júní 2025 kl. 17:30. Fundinn sátu Jónína Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson. Í stað Úrsúlu Maríu Guðjónsdóttur sat fundinn Sunneva Ósk Þórðardóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Magnús Stefánsson, Önundur Björnsson. Árni Gísli Árnason ritaði fundargerð. Fyrsta dagskrármál samþykkt stjórn Suðurnesjabæjar, endurskoðun 2025, síðar umræða. Afgreiðsla þess máls var að tillögur breytingar á samþykkt stjórn Suðurnesjabæjar voru samþykktar samhljóða og verða sendar til sveitarstjórnarráðuneytis til staðfestingar. Annað dagskrármál, Gauksstaðir tillaga deiluskipulagi og aðal skipulagsbreytingu samhliða. Þar tóku til máls AKG, MSM og JM og afgreiðsla þess máls var að það væri í vinnslu ef ég skildi rétt. Þriðja dagskrármál, Skerjahverfi, uppbygging innviða útboð framkvæmda. Afgreiðsla þess máls var að enginn tók til máls, sýnist mér þetta. Afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Fjórða dagskrármál, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, endurskoðun 2025. Þar tók til máls AKG og JM. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Fimmta dagskrármál, fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Þar tók enginn til máls, allan ef ég skal það, og afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Sjötta dagskrármál, framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Þar tók til máls OKA og afgreiðsla þess máls var að samþykkt samhljóða að taka undir bókun bæjarráðs. Sjöunda dagskrármál, húsnæðisáætlun. Afgreiðsla þess máls var að samþykkt samhljóða að staðfesta húsnæðisáætlun 2025. Áttunda dagskrármál, Fisktekniskóli Íslands ósk húsnæði í Suðurnesjabæ. Afgreiðsla þess máls var
afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Það er 9. dagskrármál lög veiðigjöld 2025 og þar tók til máls JM, AKG og MSM. Afgreiðsla að þess máls var að það var samþykkt samhljóða staðfesta umsögn bæjarráðs. 10. dagskrármál íþróttamannvirki. Þar tók til máls LE, EJP, JM og MSM. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Dagskrármál 11 íþróttamannvirki. Þar tók til máls JM. Afgreiðslan var að samþykkt samhljóða staðfesta reglur úthlutun tíma íþróttamannvirkjum og íþróttasvæðum til íþróttafélaga og almennings. 12. dagskrármál sveitarfélagi Vogar sameiningarmál. Þar var afgreiðsla þess máls að það var lagt fram. 13. dagskrármál stuðningsþjónusta. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt samhljóða staðfesta reglur stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. 14. dagskrármál kosning forseta bæjarstjórnar til 1 árs. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt með 6 atkvæðum D, O og S-lista að Einarjón Pálsson verði forseti bæjarstjórnar til 1 árs. Bæjarfulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. 15. dagskrármál, kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar til 1 árs. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt með 6 atkvæðum D, O og S-lista að Jónína Magnúsdóttir verði 1. varaforseti og Anton Kristinn Guðmundsson verði 2. varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs. Bæjarfulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Það var 16. dagskrármál bæjarráð, kosning í bæjarráð. Þar tók til máls AKG, MSM og JM. D og S-listi lögðu fram lista með tillögum fulltrúi bæjarráði, Sigursveinn Bjarni Jónsson formaður, Laufey Erlendsdóttir varaformaður og varamenn Önundur Björnsson og Jónína Magnúsdóttir. B-listi lagði fram lista með tillögum fulltrúi bæjarráði, aðalmaður Anton Kristinn Guðmundsson og varamaður Úrsula María Guðjónsdóttir. Bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon lagði fram lista með tillögum fulltrúi bæjarráð að aðalmaður Magnús Sigfús Magnússon. Afgreiðsla tillaga D, O og S-lista hlaut 6 atkvæði frá fulltrúum D, O og S-lista. Tillaga B-lista hlaut 2 atkvæði frá fulltrúum B-lista. Tillaga bæjarfulltrúa Magnúsar Sigfúsar Magnússonar hlaut 1 atkvæði frá bæjarfulltrúa Magnúsi Sigfúsi Magnússyni. Réttkjörnir fulltrúar bæjarráð eru Sigursveinn Bjarni Jónsson formaður, Laufey Erlendsdóttir varaformaður og Anton Kristinn Guðmundsson aðalmaður. Ósk bæjarfulltrúa Magnúsar Sigfúsar Magnússonar að vera áheyrnarfulltrúi í bæjarráði var hafnað með 6 atkvæðum fulltrúa D, O og S-lista gegn 3 atkvæðum fulltrúa B-lista og bæjarfulltrúa Magnúsar Sigfúsar Magnússonar. D, O og S-listi lögðu til að bæjarfulltrúa Magnús Sigfús Magnússsyni verði áheyrnarfulltrúi í bæjarráði á meðan bæjarstjórnin er í sumarleyfi og bæjarráð fer með fullnaðarvöxtu mála. Tillagan var samþykkt samhljóða. Vona ég hafi nú bókað þetta rétt. Afsökunar ef svo er ekki og leiðirtum það þá eftir. 17. dagskrármál, kosning þingfulltrúa samtöku sveitarfélaga í stjórnir. Afgreiðsla þess máls að það var samþykkt með 6 atkvæðum fulltrúa D og S-lista að Særún Rósa Ástórsdóttir verði aðalmaður og Magni Freyr Guðmundsson verði varamaður. Fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. 18. dagskrármál sumarleyfi bæjarstjórnar, það var samþykkt samhljóða. 19. dagskrármál bæjarstjórn og bæjarráð, fundaráætlun var samþykkt samhljóða. 20. mál bæjarráð, 165. fundur. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. 21. mál bæjarráð 167. fundur. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. 22. dagskrármál fræðsluráð 54. fundur. Þar tók til máls JM. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. 23. dagskrármál framkvæmda- og skipulagsráð 64. fundur. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. 24. dagskrármál fjölskyldu- og velferðarráð 59. fundur. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. 25. dagskrármál íþrótta- og tómstundaráð 30. fundur. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð lögð fram. 27. dagskrármál samband íslenskra sveitarfélaga fundargerð 2025. Það var fundur 979.
Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, fundargerð 2025, fundur nr. 812. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. Og sjá. 28. dagskrármál Kalka sorpeyðingarstöð, fundargerð 2025. Þar voru 2 fundir lagðir fram án umræðu. Og 29. mál Brunavarnir Suðurnesja, fundargerð 2025. 93. fundur, afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. 30. dagskrármál Svæðisskipulag Suðurnesja, fundargerð 2025. Afgreiðsla þess máls var að fundargerð var lögð fram. Takk hérlega. Eru athugasemdir við fundargerðina? Einar Jón? Bara ég hló eftir þá kann það bara eftir hvort það hefur lesið rétt hérna varamenn í bæjarráði. Þegar þú gleyma því bara að tekka á eitthvað sem ekki bókar er. Jú, ég held hann hafi sagt. Þannig var það. Ég held að það var Vantaði, já, ok. Takk fyrir athugasemdina. Komið á framfæri og verið lagfærð. Eru fleiri athugasemdir? Nú, ef ekki þá telst fundargerðin samþykkt. Ég vil þakka kærlega fyrir fundinn og óska okkur öllum bæjarstjórn gleðilegs sumars. Ég vil einnig líka þakka fyrir mig sem forseti síðastliðið ár. Ég þakka ykkur öllum bæjarfulltrúum fyrir lærdóminn að taka að sér þetta embætti. Það var sumir bæjarfulltrúar látið reyna aðeins meira á það, hvernig er að vera fundarstjóri á bæjarstjórnarfundum og ég þakka þetta líka fyrir það. Ég vil líka bara hvetja ykkur öll til að halda áfram að vinna góð störf fyrir sveitarfélagið og hvetja ykkur öll líka til að hugsa hvað við getum gert til þess að og allar ákvarðanir sem við tökum að það sé til hagsbóta fyrir Suðurnesjabæ og okkur öll þannig að við getum orðið meira sameinuð en sundruð og við getum hort meira einmitt fram á veginn sameinuð, fá íbúana með okkur og ég hef trú á því að það eigi að geta gerst. Sveitarfélag okkar er alveg ungt í þessum skilningi þannig að ég bara vil leggja þessa hvatningu hérna fram en annars er bara fundið sliti 1915.